Ég og Hörður, við erum að fara í sjónvarpsviðtal. Sjá að það kannski að rúfbíllinn hérna fyrir utan. Hvernig fannst þér viðtalið ganga, Hörður? Ég er bara mjög sáttur sko, mjög ánægður með útkomuna. Þeir töluðum að þetta yrði sýnt bara í vikunni sko, það var ekki neinn nákvæm. Góð lykt að þessu? Við vorum bara að kaupa nýja myndavél. Við erum hérna aðeins að prófa hana núna. Spennandi efni eða? Já. Blóm. Mikið á hann eftir að eiga fallega yfir þessi fívill. Avensis. Hvernig líst þér á nýju myndavélina? Ógeðslega vel. Já. Mjög öflug. Þú ert öflugur. Takk henni. Er þetta hundasúra? Er þetta hundasúra? Nei, það molta bara að þessu. Við erum hérna í garðinum, stigahliðinni. Við erum bara að njóta veðurblíðunnar og prófa nýju myndavélina. Mjög skemmtilegt að prófa svona nýja myndavél. Við vorum að fá nefnilega nýja myndavél. Bróðir hans Þorsteins var að gefa okkur. Við tókum upp þætti með landsliðinu fyrir stuttu sem munu birtast á fótbolta.net á næstunni. Við fórum og hittum nokkra landsliðsmenn. Nú eru blöðin að fjúka Smá fúsk hérna. Þetta niður? Það var hérna undir. Auglýsingarhlið. Hvert voru við komnir? Klippum bara hana. Mikli fagmenn og skemmtilegir náungar. Við ætluðum að fá þá til þess að leysa fótboltaþrautir en það var ekki gefið grænt ljós á það. Já, Lars Lagerbäck sagði að þeir myndu örugglega allir meiðast. Það vita það allir hvað við, leggjum upp með sko. Og við erum ekkert að láta fólk gera einfalda hluti. Það hefur aldrei virkað. Það hefur svo nett að sjá Aron reyna að smassa múrstein með sköfnunum á sér. Já, og manstu þarna þegar við ætlum að láta Gylfa borða glerflösku og drekka sjampó. Og ælu úr þér. Já, það hefði allt verið mjög fyndið og gott sjónvarp. Það hefur ógeðslega fyndið sko. En Lars bannaði það. Landsliðsmennirnir voru samt allir til í þetta. Það voru mjög til í þetta en Lars bannaði þetta bara allt. Þannig að það þýðir ekki að vera fótbolti strákana okkar eins og margir kalla þá. Við köllum það nú bara félaga sko. Já, ég köllum það bara vin okkar. Ég kalla það á flesta gamli. Ég elska það sko. Sérstaklega er hann Raggi. Hann elskar þegar maður kallar á hann hey gamli. Já. Manstu ég kalla á hann og hann svaraði mér ekki eins og mér, bara svona eins og vinir gera. Mjög fyndið og það var ógeðslega fyndið. Típiskur Raggi sko. Já, mér finnst það. Já. Þetta er svona sem menn gerir í Rússlandi örugglega. Ef við ekki að hringi í hann og... Þetta númer er ekki í notkun. This number is not in use. Hann er örugglega bara óvart að gefa okkur villist númer. Hann ætla ekki að gefa eitthvað bull. Þú veist, það var svo mikill félagi okkar eitthvað. Djöfull er hann grillaður með Já, djöfull er hann. Þetta er bara númerið sem hann gaf sko. Já. Klassísku Raggi sko. When I find myself in trouble, Mary, come to me.